Karlmaður á fertugsaldri lést í sprengingu í Korngörðum í Sundahöfn í morgun við vinnu á fóðurtanki. 2 til viðbútar slösuðust, annar alvarlega. Hríðaveður var á nánast öllu landinu í dag og vegir víða lokaðir. Öllu flugi til og frá landinu var aflýst og þúsundir farþegar strandaglópar. We hope to leave tomorrow. Mette-Marit krónprinsessa Noregs segir kynferðisbrotamanninn og barnaníðinginn Jeffrey Epstein hafa blekkt sig og jafnvel hrætt sig í nýju viðtali. Skiptar skoðanir eru meðal Norðmanna viðtalið sem hefur vakið sterk viðbrögð. Það nóg að gera hjá bændum í Fljótshlíðinni þessa dagana sem búa sig undir komandi sauðburð. Á bænum Bötru eru 5 kiðlingar þegar komnir í heiminn. Hópur Akureyringa hefur undanfarið eytt frístundum sínum í að gera upp gamla stóla og safnaðarheimili Akureyrarkirkju. Sjálfboðaliðar segja verkið hverrar mínútu virði. Komiði sæl. 1 lést og 2 slösuðust, annar alvarlega í sprengingu sem varð í fóðurblöndunni í Korngörðum í morgun. Talið er að ryksprenging hafi orðið. Árum klukkan 7:30 í morgun sem tilkynning barst mikla sprengingu hér í Korngörðum í Sundahöfn í Reykjavík og eins og sjá má var þetta öflug sprenging því stór hluti klæðningar hússins er rifinn af. Viðbragð var strax mikið, slökkvilið, sjúkralið og lögregla. Einnig kom Rauði krossinn á staðinn og sinnti áfallahjálp. 3 voru fluttir á sjúkrahús, 1 karlmaður á fertugsaldri lést og annar hinna 2 er alvarlega slasaður. Öllum nærliggjandi leiðum á húsinu var lokað á meðan á aðgerðum stóð en eins og fyrr segir var fjölmennt lið viðbragðsfólks á staðnum. Hvernig voru aðstæður þegar þið komu á vettvang? Þær voru bara nokkuð góðar til björgunarstarfs því að það var engin eldur í rýminu. Það var búið að fjarlæga hluta þeirra sem voru slasaðir. Og við fórum svo að vinna okkur upp hæðina og tryggja frekar öryggi á vettvangi til að geta hlúða þeim sem voru eftir á vettvanginu sem þurftum að nálgast. Unnar Már segir allt tiltækt lið lögreglu hafi verið kallað til og það sama má segja slökkviliðið. Við ætlum bara að sendum allt það liðið sér bara á vaktinni í kallið og vill svo þannig til að við erum með 2 vaktir inni þessum tíma. Það er vaktaskipti hjá okkur. Þannig að við náum að ná mjög góðum mannskapum á staðinn. Strax ljóst að þetta er stórt útkall? Þetta tilkynnt sem sprenging og þannig að við náttúrulega bara tökum það mjög alvarlega og förum með allt okkar lið á staðinn. Að sögn Brynjar segja þeir sem sáu til að blossi hafi komið á undan sprengingunni en engin eldur hafi kviknað. Framkvæmdastjóri fóðurblöndunar segir að svokölluð ryksprenging hafi orðið í tanki sem verktakar voru að vinna við en að sögn hans getur ryk verið mjög eldfimt og neisti geti framkallað sprengingu. Í rauninni það svoleiðis að í þessu tilfelli erum við að laga tank og þar verið að nota tæki sem verið að punkta í og laga og þá getur myndast einhvers konar neisti og því miður hafið hann þessar afleiðingar. Eðlilega urðu margir sprengingarinnar varir og sinnti Rauði krossinn áfallahjálp og fékk til þess aðstöðu í nærliggjandi fyrirtæki. Innes kemur og hjálpar okkur gríðarlega og veitir okkur skjól undir þá fólk sem lendir í þessu atviki og ég vil bara færa þeim kæra þakki fyrir sýnda aðstoð og mikla hugulsemi. Mér langar líka að koma það á framfæri að þeir viðbragðsaðilar og almanna fyrirtæki sem komu fyrst á staðinn unnu þrekvirki og maður fylltist öryggis við að sjá hvers konar aðgerðir fara í gang þegar svona slys gerast. Úlfur segir að allir verkferlar hjá fyrirtækinu hafi verið þannig að þeir ættu að tryggja að svona gæti ekki gerst. Komið þau fram að húsið sé hannað þannig að það gefi eftir í sprengingu. Þetta þykir okkur leiðilegt að þetta atvik sem var hér í dag og hugur okkar hjá þeim sem slösuðust hér við sína vinnu í dag. Öllu flugi til og frá landinu var aflýst vegna veðurs í dag sem hefur áhrif á mörg þúsund farþega. Gular viðvaranir vegna hvassviðris og élja voru nánast allt land og vegir víða lokaðir. Stormur með dimmum éljum gekk yfir landið í dag að norðausturlandi undanskildu. Þrátt fyrir veðrið mætti ekki mikið á björgunarsveitum. Þyrla Landhelgisgæslunnar fór í sjúkraflug til Vestfjarða í nótt við gríðarlega erfiðar aðstæður þar sem flogið var í 50 hnúta vindi og hríð. En veðrið var einna verst á Vestfjörðum og fólk varað við að vera á ferðinni að óþörfu. Veginum Súðavíkur og Kirkjubólshlíð var lokað síðdegis vegna snjóflóðahættu.
En vegir voru víðar lokaðir og á tímabili var fylgdarakstur yfir Holtavörðuheiði. Síðdegis var svo ákveðið að loka heiðinni til morguns. Öllu flugi innanlands sem utan var aflýst. Það engin furða að öllu flugi Keflavíkurflugvelli hafi verið aflýst í dag enda gríðarlega hvasst og blint og vindhviður upp undir 30 metra á sekundu. Það var tómlegt að litast inn í flugstöðin í dag. Enginn að versla í fríhöfninni og enginn að ganga ganginn á leið út í flugvél sem væri undir venjulegum kringumstæðum tilbúin við rampinn. Og með gærdeginum þá þetta sirka 10.000 farþegar sem verða fyrir áhrifum og gefur að skilja að þetta tekur smá tíma að komast í gegnum þetta. Við vinnum hörðum höndum að því núna að endurbóka alla farþega að þeir muni fá að senda nýja flugáætlun leið og hún klár. Við vinnum einnig að því að setja upp aukaflug fyrir morgundaginn með þeim vélum sem við höfum til taks. We are going back to Italy, but our flight has been cancelled, and so we leave tomorrow. Today is impossible. The EasyJet company told me that the flight will be tomorrow morning, hopefully. Flestir eru bara með aflýst flug í einn dag, en svo eru sumir sem þurfa að vera í 2 nætur. Hvernig svona hljóðið í fólki? Heyrðu, til að byrja með í gær sérstaklega, þá voru allir svolítið eiginlega bara pirraðir sko. En það breytti svolítið þegar maður svona lét að vita hvernig aðstæðurnar voru og veðrið það er ekki alltaf hægt að lenda á Íslandi. Þannig að ég held að allir séu bara nokkuð sáttir. And we hope to leave tomorrow because we have to go to our zone. If our plane arrives late tomorrow, I probably miss 1 day of work. Óli Þór Árnason veðurfræðingur, hvenær á þetta veður að ganga niður? Sko, það nú ekki mikið sem gerist núna í kvöld og framar á nóttu, en svo fer svona smátt og smátt að draga úr og svona þegar líður á nóttina undir morgun þá fer nú að bæta frekar í að dragi hraðar úr og gulu viðvaranir dettur gildi klukkan 8 og svo klukkan 9 á Suðausturlandi líka. Þannig að svo eftir það þá dregur verulega hratt úr vindi, þannig að hádegi verður orðið mun skaplegra veður. En það varir ekki lengi, það eru fleiri lægðir að bíða eftir að komast hingað. Já, næsta lægð nú bara hennar áhrif að fyrir að gæta bara síðdegi seinnipartinn á morgun. Hún mun nú ekki ná almennilega inn á land heldur fara til austurs fyrir sunnanland, þannig að hlýindin sem fylgir ná kannski inn á suðaustaverðlandi en annars fáum við bara snjókomi hérna líklega á Faxaflóasvæðum til dæmis. En svo þetta bara koll af koll það ekki? Það bíða hérna alveg í röðum? Já, það svo sannarlega bíða í röðum, það cirka annað hver dag. Áhrif að verða svo lítið mismikil og svona mismikil sérstaklega milli landshluta, þannig að menn þurfa að fylgjast mjög vel með. Þannig að þetta eru óvenjumikil áhrif núna kannski á veður og færð, eins og til dæmis allt flugið. Já, það náttúrulega sko eins og við fáum suðvestanáttina sem nú ekkert endilega algeng vindátt á milli lægða. Þannig að suðvestanáttin erfið fyrir flugvellir hérna á suðvesturhorninu. Óli Þór, þú ferð yfir þetta allt saman á loknum íþróttum en við biðjum fólk að fylgjast bara vel með fréttum af veðri og færð. Og við förum þá til Noregs. Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, segist óska þess að hafa aldrei hitt kynferðisbrotamannin og barnaníðingi Jeffrey Epstein í nýju viðtali. Hún hafi ekki vitað að hann væri dæmdur kynferðisbrotamaður þegar hún gisti í húsi hans fyrir 13 árum og segir hann hafa blekkt sig. Bandaríska dómsmálaráðuneytið birti 3 milljónir skjala í tengslu við mál Epsteins í janúar. Þar var meðal annars að finna samskipti Epsteins og Mette-Marit sem voru töluvert meiri og yfir lengra tímabil en áður var talið. Þar kom fram að þau hittust nokkrum sinnum eftir að Epstein var fyrst sakfelldur fyrir kynferðisbrot 2008. Mette-Marit var meðal annars í 4 daga á setri Epsteins í Palm Beach í Flórida 2013. Krónprinsessan segir í nýju viðtali í norska ríkissjónvarpinu NRK að sameiginlegir vinir þeirra hefði fengið setri lánað og þess vegna hefði hún dvalegar. Når det skal sagt så, hvis jeg kan få lov til å legge til der, så jo det noe etter de grove overgrepene ble kjent i 2019, så det jo noe av det jeg har brukt mest tid på å bearbeide. Det at jeg har vært der, og ikke minst har skyldfølelse for offrene, det jo klart det, men jeg har brukt veldig mye tid på å bearbeide dette. Så det jo veldig vanskelig for meg personlig, og har egentlig vært det siden 2019 når jeg ble klar over de grove overgrepene. Hún segist ekki hafa orðið vör við neitt saknæmt þegar hún átti í samskiptum við Epstein, þrátt fyrir að það væri á flestra vitorði. Í viðtalinu segir hún Epstein hafa komið fram við sig á hátt sem henni hafi ekki líkað.
Nei, når han kom den siste dagen på underopphold i Palm Beach, så satt han meg i en situasjon som gjorde meg såpass utrygg at jeg ringte hjem til Håkon. Men jeg hadde jo kontakt med han en god stund etter det. Det tror jeg nok fordi at han var såpass manipulerende at han brukte det at vi hadde en felles venn, at jeg er godtroende, jeg liker å tro det beste om folk. Men jeg valgte jo også å avslutte kontakten med han. Og det var jo på grunn av sånne episoder som det. Í tölvupóstsamskiptum frá 2011 segist Mette-Marit hafa googlað Epstein og vera sammála því að það liti ekki of vel út. Í viðtalinu sagðist hún ekki muna eftir þessum samskiptum. Jeg visste ikke at han var en seksualforbryter eller en overgriper, hvis det er det du spør om. Og jeg kan ikke svare, jeg husker ikke dette, det er 15 år siden. Jeg skulle ønske jeg gjorde det, som jeg sa i stad. Jeg skulle like mye ønske at jeg husker hva det var. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, hver hafa viðbrögðin við þessu viðtali við krónprinsessuna verið? Þau hafa eiginlega verið misjöfn. Það fer eiginlega eftir í hvort að fólk hafi samúð með henni eða ekki. En það sem stendur svona upp úr og fjölmiðlar hafa mikið velt sér upp úr í dag og skrifað hversu mörgum spurningum er enn ósvarað. Það eru 7 vikur síðan samskipti þeirra Epstein, Mette-Marit og Epstein voru opinberuð og það sást, eins og sást í fréttunum þá virðist hún ekki geta svara fyrir það almennilega þessi samskipti og sérstaklega hvað hún vissi og á hvaða tímapunkti og hvað hún vissi ekki á þessum tímapunkti. En margir sérfræðingar hafa sagt að hún hafi ekki, þessi svör sem hún veitti í viðtalinu hafi ekki verið nógu skýr og greinagóð til þess að endurvekja traust á norsku fjölskylduna, eins og kannski þeir sem hafa fylgst vel með vita að það hafi verið mörg erfið mál í gangi þar og meðal annars mál sonar Mette-Marit og stjúpsonar Hákons, Marius Høiby, sem hefur verið fyrir dómi núna fyrir alvarlega glæpi. Heldur betur. En verður þetta viðtal sýnt hér í sjónvarpinu? Já, þetta verður sýnt hérna í sjónvarpinu í næstu viku á þriðjudag klukkan 20:55. En við skulum sjá aðeins hvað norðmenn hafa að segja viðtali og konungsfjölskylduna. Jeg synes at hun svarer fint, eller de to svarer fint, står fram. Kanskje får vi ikke svar på absolutt alt man kanskje har lurt på, eller i hvert fall pressen har lurt på. Nei, hun virker ikke ærlig for min del. Ingen tillit. Ja, var det noe du synes manglet i intervjuet? Ja, hun var ikke åpen om forholdet til Epstein. Om det er romantisk eller hva det er noe som skurrer der. Ja, det er klart at det er en del ting som kanskje mangler, men må vi vite alt? Må vi det? Nei, altså, det er en del ting som er privat og en del ting som muligens er offentlig i forbindelse med institusjonen Norge, men utenom det så synes jeg ikke at hun fikk sagt ganske mye. Til kongen og dronningen har jeg en stor tillit, og jeg synes de har gjort en fantastisk jobb. Men jeg synes det hefter så mye ved deres etterkommere at jeg ville stemt for en annen styringsform i Norge hvis det ble aktuelt. Og hva synes du om kronprinsens rolle i det hele? Jeg synes jo egentlig han er en flott fyr, men jeg tror at Norge vil være tjent med å være en republikk. Stærsta kjaramálið er að endurskoða húsnæðislánakerfið, segir félagsmálaráðherra sem óttast að verðbólga sprengi kjarasamninga í haust. Fjármálaráðherra tekur undir þær áhyggjur. Í núgildandi kjarasamningum á almennum vinnumarkaði er forsenduákvæði, en það þýðir að ef ársverðbólga er yfir 4,7% 1. september megi endurskoða samningin og nú mælist verðbólga 5,2% og sífellt fleiri hafa undanfarið verið áhyggjur af því að forsendur samningana bresti. Og ég deili þeim áhyggjum. Já, það er auðvitað ekki hægt annað. Svo erum við að funda mjög reglulega með aðilum vinnumarkaðarins til þess að tala inn í aðgerðir til þess að verja kjarasamninga sem að gætu mögulega losnað í haust. Hver eru þessar aðgerðir og hvenær verða þær kynntar? Ég geti sjálf sér ekki tala mig út þær sérstaklega núna. Við erum bara að ræða málin, það er samtal í gangi hvaða aðgerða þarf að grípa til. Kæmi til greina ríkisstjórnin þá gerðist einhvers konar aðila að kjarasamningunum með þá einhverjum félagslegum aðgerðum eða slíku? Það verður þá að vera alveg ljóst að þær aðgerðir mega ekki ýta undir eftirspurn. Það myndi ég segja að sé eitt langstæðsta kjaramál lægri tekjuhópana. Gæti endurskoðun á húsnæðislánakerfinu verið lokið í haust þegar kjarasamningar gætu losnað?
Ég á ekki endilega von á því að vinna verði búin, en það verða örugglega komnir einhverjir áfanga niðurstöður. Einn til viðbótar var handtekinn í dag vegna rannsóknar lögreglu á hópárás í bílakjallara undir Höfðatorgi í Reykjavík. Árásin átti sér stað aðfaranótt þriðjudags. 8 hafi verið handteknir í tengslum við rannsóknina en 6 hefur þegar verið sleppt úr haldi. 3 menn urðu fyrir árásinni. Einn þeirra var fluttur á gjörgæslu með alvarlega áverka en hefur verið útskrifaður. Lögreglan telur að bíll hafi verið notaður í árásinni sem rannsökuð sem tilraun til manndráps. Allir sem hafa verið handteknir eru erlendir ríkisborgarar að sögn lögreglu. Þeir sem urðu fyrir árásinni eru Íslendingar. Tæplega 1500 almennir borgarar hafa fallið í loftárásum Ísraela og Bandaríkjanna á landið samkvæmt hjálparsamtökum. Írönsk kona segist lifa frá degi til dags og sofa undir sprengjuregni. Ekkert lát á átökunum í Mið-Austurlöndum. Ísraelar segja sigur á Írönum vísan og Íranar segjast hafa veitt óvinnum landsins þungt högg í stríðinu. Ekkert fjölmiðlafrelsi í Íran og strangt eftirlit með öllum fréttaflutningi. Alþjóðlegir fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðgang að landinu og stjórnvöld hafa einnig lokað fyrir aðgang íbúa að internetinu. Breska ríkisútvarpið BBC talaði við nokkra Írana daglegt líf þeirra í stríðinu sem hefur staðið í á 3. viku. Andlit þeirra og rödd eru hulin öryggisins vegna. Do you know what the difference is between our sky and the sky of the rest of the world? They sleep under the stars at night and we sleep under rockets. Í landi þar sem loftárásir eru nánast stöðugar erfitt að gera annað en að lifa frá degi til dags eða jafnvel einni klukkustund til annarar. Today I survive somehow, but how will I get through tomorrow? Will I even live tomorrow? Þar sem fólk þráir alvöru breyting en óvissan alls ráðandi. The situation is frightening. Now, after almost 2 weeks, when I see my relatives, I see both hope and fear for the future. Fear that the skies of your country are controlled by enemy forces. Á sama tíma sé alltaf von í brjóstum fólksins. Það þýði ekki endilega að það styðji Bandaríkin og Ísrael. But hoping simply that for one moment something might happen that ends the current Iranian regime and that the people will be able to create change. Íbúar sjá ekki fyrir sér að stríðinu ljúki. War is not just bombs. This war will not end soon. Because this war is inside our homes, inside our families. The war has entered our blood and has entered our lives. Bandaríski leikarinn og bardagaíþróttamaðurinn Chuck Norris látinn 86 ára að aldri. Hann lést á sjúkrahúsi á Hawaii í gær eftir skyndileg veikindi. Norris kom fyrst fram á sjónvarpssviði sem leikari árið 1972 þegar hann lék á móti Bruce Lee í myndinni The Way of the Dragon. Eftir það átti hann farsælan 30 ára feril í kvikmyndum og sjónvarpi þar sem hann oftar en ekki sýndi hæfileika sína í bardagaíþróttum. Frægastur var hann fyrir að leika aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum Walker, Texas Ranger á 10. áratug síðustu aldar. Sauðburður nú hafinn óvenjulega snemma á bæ í Fljótshlíð en það von á 1400 lömbum í heiminn í vor. 5 kýlingar eru líka nýkomnir í heiminn á öðrum bæ í Fljótshlíðinni. Við byrjum á bænu Bötru þar sem eru 3 geitur og 1 hafur. 5 kýlingar spóka sig þar og leika sig saman en þeir eru tiltölulega nýkomnir í heiminn. Mömmur þeirra eru hunurnar Lukka, Gyðja og Ása. Svo það hafurinn Leifur sem mjög glæsilegur og flottur. Og sjáu þetta fallega kýr hérna á Bötru, þetta svo fallegt og það svo gaman og vorið greinilega að koma. Já, þetta voða fallegt. Fjörugt. Já, þeir eru duglegir að leika sér. Já, það þeirra líf. Þeir gera ekkert annað en að vera sniðugur. Ágúst segir að Jens Eymundur, sonur þeirra hjóna á bænum, sé aðal geitabóndinn en hann var vant við látin þegar viðtalið fór fram. En hver aðal munurinn á geitum og íslensku sauðkindinni? Já, þetta gjörólíkt þetta ekkert. Það voru fátt sameiginlegt með þessu Allt annað að hugsa þetta, allt aðri karakterar og allt annað hegðun Hvernig myndur lýsa geitunum? Það eru svo sjálfstæðar og sérstakar persónur bara. Þá það bærinn Teigur sem lík í Fljótshlíð en þar eru 700 fjár og vona 1400 lömbum í vor. Og sjáu þið hvernig sætt, lítill hrútur sem fættist fyrir 6 dögum. Og hrúturinn kominn með nafn og heitir þessu nafni. Síló.
Af hverju síló? Síló bilaði saman þegar það fæddist. Og ætlar að vera bóndi? Já, örugglega. Vá, þú verður flottur bóndi. Og sennilega kannast nú margir við þennan nýja liðsmann fréttastofunnar sem var með þessa frétt. En á allt öðru, alþýðutónlist eða þjóðlagatónlist hljómar miðin og í Reykjavík á eftir á Reykjavík Folkfestival. Hins ástsælasta tónlistarmanns Helga Péturssonar í Ríó-tríónum sem lést fyrr í vetur verður sérstaklega minnst. Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður komin í Iðnó. Já, eru gestirnir farnir að tínast inn? Já, og tónlistin farin að hljóma hér á jafndægri á vori og þótt úti sé við vont þá það sko yndislegt hér inni. Þið ætlaði að minnast Ríó tríósins og Helga P. sérstaklega eftir hvernig? Heldur betur, bara með tónlist, fullta tónlist og í kvöld byrjar Svavar Knútur. Umbra kemur svo eftir og svo ætlum við að halda svolítið partí sem heitir Óður til íslenskrar alþýðutónlistar þar sem við samanumst, Snorri Helga, Svavar Knútur, Brek og Umbra. Já, Brek byrjuðu aftur með þetta í fyrra en það var búið að liggja niður þessi hátíð í nokkur ár. Var einhver látið yfir þessu eða er þörfin orðin svona mikil núna? Já, okkur fannst þetta vanta og við höfðum samband við bara þá sem að héldu utan þetta áður og vildum endilega fá að endurvekja. Og við finnum mikinn meðbyr með því. Það verður örugglega á næsta ári og svo annað kvöld, Una Torfa og Ástíðir og fleira. En við ætlum ekki að trufla hérna aðal mannin, Svavar Knútur, ætlar ekki að láta þetta gossa? Sem að gufaðu, já hann var bara svona í daginn. Ég vissi aldrei alveg hvað af honum var, en ég sé hann aldrei ganga bæinn. Og svo gufaði hann upp, og svo gufaði hann upp, og svo gufaði hann upp, og ég sé hann aldrei meir. Sjálfboðaliðar hafa varið mörg hundruð klukkustundum síðustu mánuði í að pússa, lakka og bólstra gamla stóla úr safnaðarheimili Akureyrarkirkju. Verkið sparar sókninni milljónir en forsprakkinn segir launin vera ánægju og góðan félagsskap. Ég held að ég sem kom með 300 í þessu eitthvað slags. Eitthvað cirka. Saði líka við mig hérna niður í, ég var hérna á aðfangadag og labbaði niður í kirkju með eitthvað og þá saði við mig kirkjuverðin sem, ætlar þú ekki að halda jólin? Ég segi, jú, ég ætla að gera það klukkan 6. Bryngeir í sóknarnefnd Akureyrarkirkju og tók að sér þetta gríðarstóra verkefni. Stólarnir voru orðnir 35 ára gamlir og verkið tímafrekt, enda 260 stykki og hver stól tekur fleiri klukkutíma. Vinnan hófst í nóvember en nú fer að sjá fyrir endan á þessu. 160 stólar eru klárir af 260. Hópurinn tilur nýuppgerða stólana eiga mörg góð ár eftir. Brjálaði henda þessu stólum sem alveg hárrétt. Við náttúrulega erum að henda svo rosalega mikið af verðmetum. Maður stundum farin upp á endurvinnslustöðina niður frá og það sem fólk að henda maður alveg bara ofbýður sumt. Þetta eru fín hluti sem er í lagi og það er að nýta þetta miklu betur en við gerum. Sóknarnefndin fekk tilboð í kaup á nýjum stólum en þeir hefðu kostað nokkrar milljónir. Bryngeir hættur að vinna og segist njóta þess að dytta stólunum í frítíma sínum. Mér finnst bara að ég var að gera gott verk og hef gaman að þessu líka, sko. Það er bara að segja þessu verk. Hann kveðst stoltur af verkinu. En þetta vonandi verður gott og fallegt. Mér finnst þetta fallegt að horfa þannig yfir í safnaðarheimilið. Þetta komið svona. Þetta er bara eins og horfið eins og við fallegan kindahóp. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í heimi íþróttanna. Heimsmeistaramótið innanhús í frjálsíþróttum hófst í Póllandi í morgun. Anita Hinriksdóttir keppti fyrst íslensku keppendana nú síðdegis. Karlalandsliðið í handbolta tapaði gegn Svíþjóð í fyrri vináttuleik liðanna hér á landi í gærkvöldi. Liðin mætast aftur á morgun. Og svona með smá klókitum þá hefur þetta bara verið aðeins jafnari leikur. Og fallbaráttan er hörð í úrvalsdeild karla í körfubolta og ræðist ekki fyrr en í lokaumferðinni. Þetta og fleira í íþróttum. Og áður við kveðjum ykkur ætla að verða yfir helstu atriði fréttatímans. Karlmaður á fertugsaldri lést í sprengingu í kortgörðum í Sundahöfn í morgun við vinnu á fóðurtanki. 2 til viðbútar slösuðust, annar alvarlega.
Hríðarveður var á nánast öllu landinu í dag og vegir víða lokaðir. Öllu flugi til og frá landinu var aflýst og þúsundir farþegar strandaglópar. Mette-Marit krónprinsessa Noregs segir kynferðisbrotamanninn og barnaníðinginn Jeffrey Epstein hafa blekkt sig og jafnvel hrætt sig í nýju viðtali. Skiptar skoðanir eru meðal Norðmanna viðtali sem hefur vakið sterk viðbrögð. Það nóg að gera hjá bændum í Fljótshlíðinni þessa dagana sem búa sig undir komandi sauðburð. Á bænum Bötru eru 5 kiðlingar þegar komnir í heiminn. Hópur Akureyringa hefur undanfarið eytt frístundum sínum í að gera upp gamla stóla úr safnaðarheimili Akureyrarkirkju. Sjálfboðaliðar segja verkið hverrar mínútu virði. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf og nánast allan sólarhringinn finna inn á RÚV.is. En við minnum ykkur á að fylgjast vel með veðurspánni að þið verðið á faraldsvæti, en annars vonum við að þið njótið helgarinnar sem best. Fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Við ætlum að kíkja í stúdíó RÚV og rifja upp brotaði besta. Stúdíó RÚV, bestu brotin. Þættir íslenska dægurtónlist. Viltu samt ekki taka þáttinn? Ég held þú sérst alveg orðinn góður. Þetta var enda bara rosalega skæð flensa, Berglind. Það er svo frábær þáttur framundan og við hlökkum til að vera með ykkur. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn fær til sín góða gesti og fer yfir helstu atburði vikunar. Brakandi fersk tónlist kemur landsmönnum í helgastemninguna. Sherlock og dóttir. Sherlock Holmes rannsakar alþjóðlegt glæpasamsæri og nýtur liðsinnis ungrar bandarískrar konu sem leitar að föður sínum og morðingja móður sinnar. Verndarinn, The Marksman. Bandarísk spennumynd með Liam Neeson í aðalhlutverki.